Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er fimmtudagurinn 27. júní og árið er 2025. Það er margt í gangi en áður en við komum að því þá vil ég láta þér vita því að ef þú vilt öðlast aðgang að þessu efni á undan öðrum og án auglýsinga þá ferðu að sjálfsögðu á partus.is/einpæling til þess að fá þennan þátt fyrr og allt efni hlaðvarpsins ein pæling ásamt því að fá báða þessa þætti án auglýsinga. Mig langar einnig að koma því á framfæri að fólk getur farið á fésbókarhóp hlaðvarpsins ein pæling umræður á Facebook þar sem að hægt er að spyrja viðmælendur spjörunum úr en ef þú ert ekki áskrifandi þá máttu endilega gera subscribe á þessa rás á YouTube. En ykkur sem eru hlustendur, mér langar að ávarpa ykkur sérstaklega. Þið eru mín stærsta tekjulind og það eru þið sem að sjáðu til þess og hafið séð til þess að ég legg fram þetta framlag. Þannig að ef þú nýtur þess að hlusta og ert að hlusta á þetta sem áskrifandi þá máttu þakka sjálfum þér fyrir að þetta efni er á annað borð til og eins og ég nefni nú alltaf að þá er það, það er ekki bara sá hvati sem ég reyna að leggja fram að þú færir þetta án auglýsinga og undan öðrum, heldur einnig hvati til þess að styrkja þetta framlag undir þeim formerkjum að við erum að berjast hér fyrir tjáningafrelsi og öðru frelsi á svona víðari grunni. Þannig að enn og aftur, takk kærlega fyrir þitt framlag. Að efni dagsins, mér hefur verið svona umhuga stjórnmálin undanfarið. Það hafa verið allir einkennileg, það hafa verið svona einhvern veginn alls konar. Við erum að sjá bæði Kristrúnu og Þorgerði núna úti á NATO-fundi þar sem að þær hittu meðal annars Donald Trump og fengu svona, nokkrar pillur úr svona, svolítið fyrirsjáanlegum áttum fyrir það á annað borð að tala vel Donald Trump eða hann yfir höfuð. VG-liðar fóru einhvern veginn allir á Facebook og gerðu status það hversu mikið þeim þætti það ómögulegt að utanríkisráðherra væri að tala vel Donald Trump eða til hans sem ég persónulega tel að sé svolítið snjallt. Við vitum í rauninni að það sem einkennir Donald Trump og hann sem einstakling er að hann er gríðarlega valdamikill en hann líka fílar einhvern veginn að láta klappa sér og hvort sem okkur líkar það betur að verð að þá er hann forseti Bandaríkjanna og okkar hagsmunir snúa að því að halda Bandaríkjamönnum góðum. Þannig að ég skil ekki alveg af hverju hrós ætti að vera eitthvað svona svakalega slæmt. Kostar rauninni ekki neitt en við eigum ekki að vera að beygja okkur í degið fyrir honum en ef það kemur til dæmis til góða fyrir okkar stöðu að segja að hann brosi til okkar eða eitthvað þannig að þá særir það að ég tel eða allavega það ætti ekkert að særa þjóðarstoltið þannig. En hérna heima er stjórnarandstaðan að keppast við það að halda veiðigjaldafrumvarpinu frá því að komast til afgreiðslu og ég er reyndar svona farin að sjá það nokkurn veginn fyrir og það verður nánast ómögulegt að þetta frumvarp ná í gegn fyrir sumarfrí eða allavega ekki þeirri mynd sem við sjáum núna en stjórnarandstaðan er ekki að fara að gefa sig og maður einhvern veginn farin að heyra það á svona ríkisstjórninni þegar stjórnarþingmenn eða ráðherrar er að koma í einhvers konar viðtal að þá eru þau alltaf að tala það svona, það er að segja, þau eru spurð það hvort það muni fara í gegn fyrir sumarfrí og þá svara þau svona, þau forða svolítið spurningunum og segja, maður veit nú aldrei hvað gerist í þessari pólitík. Þannig að ég tel að það sé nokkuð ljóst að þetta frumvarp fari ekki í gegn. En svo er annað sem er líka áhugavert að fylgjast með sem að er svona pistlaskrif ríkisstjórnarinnar í varnarmálum og ég er hérna með grein fyrir framan mig sem heita Öryggir og varnir Íslands sem er skrifuð af, eða örugglega ekki skrifuð af, en er í nafni Kristrúnar Þorgerðar og Ingu Sæland og það sem er svo magnað við þetta, það er að tala eins og hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Sjallanir hefðu örugglega ekki leyft sér fyrir bara örfáum árum. Tala öryggi og varnir
Það er alveg hægt að fara rök fyrir því að einhverjir hafi verið að tala þetta innan Sjálfstæðisflokksins, hafi verið mikið að reyna að koma þessu svona lagginnar varðar öryggi og annað, og Þórdís Kolbrún hefur örugglega talað eitthvað í þessa áttina, en ekki einhvern veginn ekki af sama feeling sko. Skýr skilaboð til þjóðarinnar öryggi og varnir Íslands. Á óróa tímum sendum við skýr skilaboð til þjóðarinnar í þessum efnum. Aðild okkar að NATO og varnarsamningurum við Bandaríkin verða áfram grunnstoður í utanríkisstefnu Íslands. Það verður engin eðlisbreyting á sambandi Íslands við NATO. Við styrkjum innviði hér heima sem styðja við öryggi og varnir Íslands, þannig eflum við getu okkar til þess að vinna með bandalagsríkjum. Svo í þriðja lagi, saman stöndum við vörð traust samheldni í íslensku samfélagi. Það er okkar sterkasta vörn gegn áföllum og árásum í nútímavæddum heimi. Og það er svona þessi þriðji punktur sem mér finnst svolítið merkilegur sko, þegar þær talar hérna sko íslenska þjóð, og hérna í þessum sko þriðja lið sem að ég er í þessari grein sem það skrifuðu, þetta er grein sem að kemur út kom bara út í gær, 25. júní, og þær eru að tala sem sagt, já, bæði varnir og eitthvað, en það er líka ákveðin svona, hvað var það, þjóðernis stolts tón. Hérna til dæmis í þriðja atriðinu samanstöndum við vörðum traust og samheldni í íslensku samfélagi, þá er hérna, og þetta er nú er ég að vitna í greinina, það er lykilatriði að við gerum allt sem við getum til að standa vörð það einstaka traust og samheldni sem einkennir íslenskt samfélag. Þetta er okkar pólitík, punktur. Traustið og samheldin er líka okkar öflugasta vörn gegn áföllum og árásum af ýmsum toga. Já, ég var nú eiginlega að lesa þetta. En svo ég kom með nú aftur að því sem ég var að tala í sambandi við NATO. Við höfum núna, að svo veriðist, samþykkt að tífalda okkar framlag til varnarmála, þrátt verið það að reynda verið bara einungis 1,5% af landsframleiðslu, og ég vona bara að við verðum svolítið sniðug með þetta, byggjum svona eina litla herstöð í Hnífsdal eða eitthvað, aðra í Þórshöfn, og teljum svo NATO við trúum það að þurfa að byggja góðar vegasamgöngur þannig á milli, og náttúrulega milli og til hérna höfuðborgarsvæðisins. En svona öllu gríni slepptu, þá tala ráðherranir það að þeir ætla að reyna að beina þessu, og kannski ég held að sé svolítið sem líka bara verið að selja okkur þetta, þannig að þetta sé verið bundið aðalega við innviða uppbyggingu sem mun koma til með að nýtast okkur sem borgunum líka. En hins vegar er það sko, eins og segja, þetta er svo áhugaverður tón sem að var sko líka eftir sko síðustu kosningar, þá var nokkuð ljóst að Samfylkingin væri svona í ákveðinu sóknartækifæri eða sóknarfæri til þess að svona færa sem meira til vinstri. Þið muni eftir þessum umræðum að þú veist núna þegar vinstri einhvern veginn þurrkaðist upp í síðustu kosningum, að þá myndi vera sko sóknartækifæri fyrir Samfylkinguna að færa sig lengra til vinstri og svona sópa upp það fylgi. Og ég hugsaði alltaf að þetta myndi koma til með að gerast, en það sem hefur svolítið breyst, og þá sérstaklega með Kristrúnu, að hún ber sig alls ekki með þeim hætti í þessu embætti. Hún er byrjuð að taka miklu meiri áhættu, sem að samt sem áður virðist vera að bera ákveðin árangur. Hún sagði nú nýlega að stjórnarandstaðan talaði falsfrétta stíl, og ég geri mér ekki alveg fyllilega grein fyrir því hvort að það hafi verið sniðugt eða ekki, en hún fekk náttúrulega nokkuð fyrirsjáanleg viðbrögð frá stjórnarandstöðinni sem að fór einmitt upp á HSI-ið í fjölmiðlum og í pontu og í ræðustól, og þetta er sérst svo náttúrulega eins og þið flesti vitið, að þá var þetta náttúrulega sett í samhengi við veiðigjaldafrumvarpið alveg sérstaklega, og eins og ég núna nefnt nokkru sinnum, þá skildi ég ekki leikjafræðina á bak við það að setja fram þetta veiðigjaldafrumvarp á þessum forsendum. Samfylkingin sko fyrir kosningar var búin að vera að tala með þessum tón og setti það fram og var raun að kynna líka út á landsbyggðinni undir þeim formerkjum að við myndum koma til með að innleiða þetta yfir 10 ára tímabil. Viðreisn sagði að það ætti ekki að fara inn en skattahækkanir, og sko fjármálaráðherra hann talaði bæði sko gegn strandveiðum á sínum tíma, og að veiðigjaldið væri ekki fýsileg lausn, ef marka má orð hans frá 2012 þar sem hann sagði að sko að setja aukinn þunga í veiðigjöld væri ómarkviss leið til skattinnheimtu eftir gröftur viðskiptablaðsins, Flokkur fólksins. Sko ég veit ekki alveg hvort að þau tala þau tala alveg að skattleggja auðmenn, en ég held að þau tali ekki alveg með miklu svona tæknilegum úrlausnum eins og það að innheimta meira veiðigjald, en það gæti þó vel verið. Það gæti verið að Inga bara sett fótinn niður og sagt
þetta veiðigjaldafrumvarp verður sett á í einum vettvangi. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamín og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. En það sem ég held að sé frekar að eiga sér stað að ríkisstjórnin í 4D chess og að þessi veiðigjaldaumræða sé ákveðin reiksprengja. Því að þau hefðu mátt gera sér grein fyrir því að þetta frumvarp myndi mæta mikilli andstöðu. Og þau vissu alveg að SFS myndi fara á afturlappunar, þau vissu að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn þyrftu að vera einhvern veginn á afturlöppunum út af þessu og að stjórnarandstöðuflokkarnir, ríkisstjórnarflokkarnir fengu í rauninni framsókn í kaupbæti og allt út af þessu máli. Og þetta náttúrulega eins og er búið að koma fram á ýmsum sviðum að þá virðist þetta ekki vera svona mjög vel grundvallað eins og þið sjáið hérna í þessu stutta broti á fundi SFS. Ráðast í fjárfestingar ef að ríkissjóður ekki sjálfbær og við erum að taka við ríkissjóði sem búin með meðaltap upp á 115 milljarða á síðastliðnum 7 árum. En ertu Guðmundur með greiningu það að tekjur ríkissjóðs muni aukast við það að tvöfalda veiðigjöldin? Tekjur ríkissjóðs muni aukast við að auka veiðigjöldin, já. Eru þið með greiningu það? Er ég með þarna hér? Er ég með þær greiningar hér? Það greiningar í ráðuneytinu. Það líka liggur svona í hlutarins eðli. Hefur sú greining verið unnin? Sú greining hafi verið unnin? Já, segir Hanna Kata á ráðuneyti. Liggur hún frammi í samráðsgáttinni? Greiningin á þessu? Já. Hún er ekki inn í samráðsgáttinni, nei. Þetta svolítið skrítið moment og eins og segi, þetta frumvarp alls ekki á góðum grundvelli, alveg sama í hvaða liði þú ert einhvern veginn, hvort að þú segir að auðmenn eigi að borga meira eða auðmenn hafi ekki efni á þessu eða hvort að þú segir að þetta ætti að vera miklu betur skilgreint að svo að lítil fyrirtæki verði ekki fyrir þessu. Skiptir engu máli hvað þið finnst, þá þetta ekki vel, greiningar virðast ekki liggja fyrir og afleitt áhrif virðast ekki liggja fyrir. Þannig að ég segi, það vantar ákveðna að mínum að þetta nauðsynlega yfirlegu og að skoða gögnin betur. Og maður spyr sér til hvers gera þetta svona? Og ég held að ástæðan sé að á næstu vikum munu hlutirnir koma til með að gerast hratt og það hægt að fara rök fyrir því að þeir séu að gerast hratt. Þorbjörg Sigríður núna á meðan að málþófinu stendur að eiga láta mynda sig með lögreglumönnum og tala að efla landamærin og taka kyrfilega og hart á útlendingamálunum og þá sérstaklega hælisleitendamálunum sem að hún síðast í gær talaði að hefðu kostað 48 milljarða á síðastliðnum 3 árum í pistli sem hún skrifaði. Og ég held reyndar að eitt innleggið þetta, ég held að kostnaður sé reyndar miklu meiri út af því að það ekki tekið margt til greina að varðar til dæmis ýmsa aðstoð með heilbrigðismál og annað. Það fullt af afliggjandi þáttum sem annar kostnaður, þannig ég held að þessi kostnaður sé miklu herri. En ég ætla ekki að fara að ræða það sérstaklega núna. Þau gerðu sér alveg grein fyrir því að útlendingamálin risastór þáttur í evrópskri pólitík og það væri mjög vont fyrir þessa ríkisstjórn að þurfa að takast á við keimlík vandamál eða bara hluta þeirra vandamála sem að Norðurlöndin og aðrar Evrópuþjóðir að takast á við núna, því að þau leikjafræðilega þá gera þessi grein fyrir því að Miðflokkurinn myndi alltaf þurfa að toppa ríkisstjórnina í því að ganga lengra í þessum málum. Þannig að alveg sama hversum viljug Samfylkingin, Flokkur fólksins og Viðreisn tilbúin til þess að ganga, þá myndi alltaf Miðflokkurinn ganga lengra. Þannig að þau myndi aldrei vinna þannig slag. Þannig að Þorbjörg Sigríður búin að gefa mjög skýr merki þess að hún vil taka hart á þessum málum og þá sérstaklega á landamærunum þar sem að skipulögð glæpastarfsemi einnig gríðarlega stór þáttur eins og allir vita sem að kynna sér þetta að einhverju leyti eða bara kíkja niður í bæ helgar og það vita þetta allir. Ég held að Þorbjörg sé ekki einu sinni byrjuð á þeim skurk sem hún ætlar að gera í þessum málum
Og svo það núna, bæði Kristrún og Þorgerður sem eru eins og ég var að nefna út í Haag að hitta Bandaríkjaforseta og tala svona, já, hann sem mikilvægan bandamann samhliða því að ætla að fara að setja meira í það að styrkja varnirnar. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Sem að ef við hefum sagt að einhverju vinstriflokkur eða jafnaðarmannaflokkurinn ætla að fara að taka svona á þessu og vera eins og Mette Frederiksen í útlendingamálunum og annað, þá hefði okkur einhvern veginn ekki dottið það í hug, meira þess að miða við þann málflutning sem hefur eiginlega verið uppi aðalega innan samfylkingarinnar. Og Flokkur fólksins duglegur að mæta á útvarp Sögu að tala svona sín verkefni varða samgöngur og fleira, eins og félagslega innviði og örorkubætur sem munu hækka, sem að náttúrulega Flokkur fólksins fær svolítið í gegn, svona óáreitt svolítið út af þessu veiðigjaldafrumvarpi, sem að ég held að séu bætur sem eru algjörlega ósjálfbærar. En svo ég negli hennar punkt, þá held ég að þetta sé reiksprengja, þetta með veiðigjöldin, og það byggir svolítið á þessu að á næstu vikum þá mun ríkisstjórnin halda áfram að tala sín svona hjartans mál. Hanna Katrín mætir í viðtöl og ver veiðigjaldafrumvarpið sem það eina sem að svona stjórnarandstaðan að tala þau eru bara eiginlega að tala þetta og eyðir meira þess að sumarfríinu sinni í það að vera að tala gegn þessu frumvarpi sem að eitthvað sem að samt vinsælt meðal þjóðarinnar. Þannig að ríkisstjórnin að halda áfram að tala sín mál. Hún lætur stjórnarandstöðuna saxa á sitt pólitíska kapital á meðan þau sinna öðrum verkefnum sem að stjórnarandstaðan þá bara einfaldlega ekkert að einbeita sér að. Og að lokum þá mun hún ljúka þinginu með því einmitt eins og segja hafandi komið einhvern veginn öllum sínum málum á dagskrá og reitt. Það ekkert annað talað af stjórnarandstöðunni heldur en þessi veiðigjaldamál. Jú, Miðflokkurinn og Bergþór sem náttúrulega, hann einhver að kalla hann kóng stjórnarandstöðunar. Hann múin að tala eitthvað hælisleitendamálin en það aðalega verið að tala afleidd áhrif á smærri bæjarfélög af þessu veiðigjaldafrumvarpi. Stuðningurinn við það vissulega að dvína meðal almennings en það skiptir stjórnina í rauninni engu máli. Því athugið það eins og segi, stjórnarandstaðan bara stanslaust, bara Sjálfstæðisflokkurinn bara að keyra þetta mál, keyra á þetta mál, Framsókn einhvern veginn, veit ekki alveg í hvern fótinn að stíga, að tala eitthvað matvæla öryggi í breyttum heimi en ég menna Samfylkingin líka að tala það, þau eru að tala alls konar innviði, Hanna Katrín hefur líka að tala þetta. Þannig að Framsókn einhvern veginn ekki að grípa þennan svona landsbyggðarbolta. Þannig að þegar að þinginu lýkur, sem mun gerast, ég veit ekki, þið giska 2 til 4 vikur, að þá held ég að það mun einhvern veginn gerast svona. Að ríkisstjórnin mun þurfa að lúffa fyrir stjórnarandstöðinni og að samþykkja það að veiðigjöldin verði innleidd þannig að þau munu koma til með að innleidd yfir lengra tímabil. Meira þess að SFS búið að gera, ég gerði mér ekki alveg grein fyrir því okkur Gummi Brim hætti sem formar SFS, en ég held aftur á móti, hann var byrjað að láta í það skína að þau myndu koma til með að samþykkja einhvers konar fyrirkomulag þar sem að veiðigjöldin innleidd yfir á 10 ára tímabili og það miklu betra. Ég held að það hafi alltaf verið í upphafi það sem við ætluðum hvað sem að gera. Og að endingu verður niðurstaðan svona. Ríkisstjórnin fær allt sem hún vill, samhliða fullt af einhverjum öðrum verkefnum sem hún að tala og mætir þá mjög ólíklega andstöðu við þau mál, fær veiðigjaldafrumvarpið nákvæmlega eins og þau vildu hafa það í upphafi. Og stjórnarandstaðan lítur út eins og skúrkurinn sem olli því að Þorsteinn Már sé ekki að fara að greiða meiri veiðigjöld. Og eins og segi, þá hef ég hef ekkert skilið þetta mál fyrir en ég einhvern veginn fór að hugsa þetta núna. Og þó kannski hljómar hrókafullt en það þá bara kannski alltaf lagi. Núna finnst mér þetta samt alveg vera, já, make sense. Þetta augljóst að mínum mati núna þegar maður
horfir á þetta svona. En þetta, eins og segi, ég myndi giska á að þetta spilist svona næstu 2-4 vikum og þá þetta náttúrulega búið að vera algjört snildarlegt bragð hjá ríkisstjórninni og þetta var mér, eins og segi, þetta var algjörlega hulin ráðgáta og núna þá, ef þetta allavega spilast svona, þá þetta snildarlegt bragð. Því athugið það voðalega fátt sem að hefur ekki verið úthugsað hjá sérstaklega sko kristrúnu. Það sama í rauninni ekki hægt að segja kannski endilega flokk fólksins en miðað við það svona stórkostlega brað sem átti sér staði upphafi hjá þessari ríkisstjórn að þá hefur þeim tekist alveg ótrúlega vel að vinna úr þessum ógöngum og það bara lúðrað í einhverja sameiginlega grein þar sem að þær eru að tala um að sko í fyrsta lagi að aðild okkar að NATO sé hérna grunnstoð, þetta bara lock stock sko og við séum, það helsta stóðin okkar í utanríkisstefnunni og að við séum að fara að styðja við innviði og varnir og öryggi og stundu saman vörðum traust og samheldni í íslensku samfélagi og tala meðal annars sko að traust og samheldni gerir Ísland að frábæru landi sem við erum stolt af. Sko hugsið ykkur hvað við erum að koma líka úr brengluðum tímum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það var sko í síðustu kosningum sem að Samfylkingin þurfti að hætta við slagorðið sterk velferð, stolt þjóð. Þá fór líka fólk alveg að afturlapparnar og voru í að því að Samfylkingin væri einhvern veginn orðin uppfull af einhverjum rasistum. Og sko orðatiltækið kom fyrst framreyndar í pislaskrifum Kristrúnar í október 2023 ef ég mynda rétt, þar sem að meðal annars Logi Einarsson tók undir og skrifaði Facebook-færslu þar sem hann tók einmitt út þessi orð að sterk velferð, stolt þjóð væri orðin svona grunnstefið í nýrri stefnu Samfylkingarinnar og þá vakti það svona ekki mikla athygli en svo nákvæmlega árið seinna í október 2024 var slagorðið sett fram í kosningabaráttunni sem að reyndar var sko einmitt fyrsta skrefið. Bjarni sprengir ríkisstjórnina þannig 13. október og 14. október kemur frétt á DFF þetta 2024 þar sem að nýtt slagorð Samfylkingarinnar vekur úlfúð. Eruð þið alveg búin að tapa ykkur var titillinn á greininni og þar eru svona fyrirsjáanlegar aðilar að trillast yfir því að forystunni hafi dottið í huga nota orðið þjóð, það að segja Samfylkingarinnar og meðal annars innanbúðar fólk í Samfylkingunni sem ég veit ekki sko, sumir ennþá hana, Sabina Leskopf þarna, hún spurði hvort að þjóðin væri, eða hver þjóðin væri, hverjir væri þessi þjóð, sumir gengu reyndar svo langt að sko í að þetta væri einhvers konar sko nasista ákall, einn sem að skrifaði, já ok, bara Heil Hitler strax, þið munið þetta örugglega, og annar Samfylkingarmaður maður birti mynd af orðunum með svona rauðum bakgrunn í hvítum hring eins og nasistamerkið og sko hugsið ykkur hvað það ótrúlega mikið búið að gerast á svo stutta tímabili. Þetta svona áleika upplifun eins og munið glettir í svona þegar árinu 2022 var að ljúka þá voru allir búin að gera sér grein fyrir því að við höfum algjörlega mist vitið á COVID-19 tímanum og maður hugsaði bara tilbaka vá, hvað vorum við eiginlega að spá. Svo gerir maður sér grein fyrir því, heyrðu, við vorum með samkomutakmarkanir á þessu ári, það að segja 2022 og maður einhvern veginn horfði tilbaka og bara hvað var eiginlega í gangi og maður bara eiginlega trúði sig ekki. Og það sama gildir svolítið með þetta, þar sem að samfélagi fékk einfaldlega bara sig full satt á því að hafa hann bull réttrúna alltaf yfirvofandi yfir sér og þá einhvern veginn erfitt að gera sér í hugalund hversu ótrúlega biluð við vorum í þessum efnum sem vorum einhvern veginn að kalla alla rasista og notuðum svona bull hugtök úr einhverjum svona bull fræðum eins og hvítleiki og hinsegin, cis-heteronormatív hyggja og maður bara eitthvað, hvað vorum við eiginlega að gera? Að vera að kalla alla rasista og kalla alla kvenhatara og þar fram til götunum
Stolt þjóð var sko bara einhvers konar ákall til foringja þriðja ríkisins og ég var að hlusta á hérna Andrew Doyle sem að skrifar meðal annars bækunar Free Speech og And Why It Matters og hérna New Puritans sem að ég mæli eindregið með og hann reyndar með nýja bók sem heitir, ég undrar eftir að lesa hana, hún heitir einfaldlega bara The End of Woke sem eflaust mjög góð en ég var að hlusta á nýlegt viðtal við hann þar sem hann einmitt velti fram svona þessari hugleiðingu og þessari spurningu hvernig framtíðar kynslóðir myndu koma til með að minnast þessara tíma sem við erum nú að upplifa eða vorum að upplifa fyrir ekki bara svo, eða fyrir mjög skömmu og ég verði eiginlega bara að vera sammálunum þegar hann sko segir að þessara tíma verði sko eflaust minnst sem tíma þar sem við einfaldlega, svo ég segja nú bara aftur, við mistum vitið og ég hlustaði á The Crucible eftir Arthur Miller eða Nornabrennan eins og hún heitir á íslensku en þetta er svona leikari þar sem er farið yfir það hvernig svona mannlegar hvatir geta leitt samfélag og samfélög alveg út í gönur og hvernig svona algjör brenglun verður siðvísir samfélagsins og blanda svona sameiginlegra sektarkenndar og tortryggni verða hið eðlilega viðmót til samborgara og það sem að ég tók út úr því var í fyrsta lagi það að þetta var allir keimlíkt Me Too tímanum, svona Black Lives Matter, transmálin, COVID tímans og fleira og svona, það sem að svona fýsilegasta viðbragðið er algjör meðvirkni en ekki bara meðvirkni heldur líka sko að alltaf þegar þú verður áskynja einhvers konar svona mannlegan breskleika að þá er miklu fýsilegra að taka þátt í nornabrennunni því ef að þú setur fram einhvers konar efasemdir eða ert ekki tilbúin til þess að taka þátt eða bara setur jafnvel svona, jafnvel hulið spurningamerki við slíkar athafnir að þá ert þú næstur að brennuna eins og við sáum í til dæmis sérstaklega Me Too hreyfingunni. Þannig að fljótt verður þetta sko einhvern veginn allir á móti öllum. En hið síðarnefnda sem ég tók líka úr þessari bók, það er að segja The Crucible sem er reyndar leikrit er að sko við teljum okkur vera svo miklu háþróaðri heldur en fólk sem að lifði hér fyrir aðeins örfáum árum. Og þarna er Arthur Miller náttúrulega að minnast McCarthy tímans í Bandaríkjunum þegar kommunistastempillinn var nýttur til þess að útskúfa fólk. En við verðum ekkert mikið framþróaðri á þessu stutta tímabili. Við erum ekkert með einhverju meiri víðsýni heldur en fólk sem að var og er á áttræðisaldri kannski í dag. Og jú, það er fullt búið að eiga sér stað og fullt af jákvæðum hlutum búin að eiga sér stað, hvað var það réttindi og annað. En það fólk sem að leiddi það til lykta var alveg líka með ákveðna breyskleika og við teljum okkur alltaf vera svo heilög að við séum ekki með þessa breyskleika einhvern veginn í dag. Og ég myndi reyndar að fara rauk fyrir því að við séum jafnvel með minni víðsýni heldur en mörg þeir sem eru, eða margir þeir sem eru áttræðir í dag. Og ég held að einfaldlega símannir og önnur tækni hafi gert okkur svolítið vitstóla. Þannig að ég held að við séum með minni forsjálni og minni víðsýni heldur en fólk á áttræðisaldri er í dag sko. En það er svo sem úrlausnarefni sem að verður að bíða betri tíma. Ég vona að þið hafi notið þess að hlusta. Takk kærlega fyrir að gera það og eins og segi ef þú ert áskrifandi þá bara vil ég þakka þér alveg ennfremur. Það er rosalega mikilvægt. Það er líka ákveðin gæðastimpill að svo margir vilji styðja við þetta framtak. Það er ótrúlega mikil, fyrir mig persónulega, mikil fegurð í því að fólk vilji leggja sitt af mörkum. Þó svo að sé eins og segi, þetta er ódýrara heldur en lítill Subway. Þannig að ef að þér þykir eitthvað að vænta þetta og þá getur bara velt í fyrir þér hvort þið myndir langa að fá þetta efni ég ætla að sé ekki 12 þáttum í mánuði svona, já, að jafnaði ef þeir þykir væna 12 þætti að þessu heldur en lítinn Subway þá máttu endilega fara inn á partus.is/einpæling þá færðu líka þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga en annars er ég farin í sumarfrí þið þurfum þetta ekki að örvenda ég er búin að taka upp þætti fram með tíman mjög góður þætti framöndan ég er að fara að gefa út Frosta núna eftir 2 daga Ævar Sveinn sem er bingaverktaki Pál Pálsson Agnar Tómas Möller og Björn Jón í alveg frábæra spjalli það er eitthvað sem ég er að gleyma þannig að þið þurfum ekki að örvænta þó sem ég sé farin í frí
þið fáið nægt efni inn í júlímánuðin, en ég ætla að fara að njóta lífsins fyrir vestan og fyrir norðan. Ég vona að þið allir líka að njóta lífsins og njóta sumarsins, verið góð við hvort annað, sérstaklega ykkar nánustu og já, bara elski hvort annað. Takk aðeinslega fyrir að hlusta, þangað til næst.